Gott kvöld. Við hefjuleikjan á Vopnafirði, þar sem nýbúið að opna deild frá framhaldsskólanum á Laugum og hittu fyrir nemendur og deildarstjóra. Þetta er svo þægilegt að koma hérna í Kaupang og svona hópurinn. Þetta er ekki of stórt og ekki of lítið. Þaðan förum við á Seyðisfjörð og hittu fyrir pólsk-dansk-íslenskan fjöllistamann sem ekur með lappandi bifreið sem hún kallar Lambið. Þetta er heima mín, sko. It's very simple. It's actually love by first sight. Nýr og fullkominn björgunarbátur kom til Fáskrúðsfjarðar í byrjun sumars. Við kynnum okkur hann. Við erum með síma, við erum með internet, við erum með allt sem að þarf í nútíma samfélagi og við erum með kaffikonu sem þetta til. Og við endum á gönguferð út í Stapavík sem er eina perlum Austurlands. Þetta var í raun og veru eina leið útfjárðsmanna og bænda Hjaltstað að fengu að ná sér í nauðsynjavörur. Það var að skipa þeim þarna upp. Hér í skólanum er skemmtilegt að vera. Það er skrampið margt sem hér er hægt að gera. Það er ríkt, það er kúl og algjört æði. Það er ríkt elfur öppur. Þetta er sögufrægt hús, heitir Kaupvangur og er verslunarhús frá aldamótum. Held ég sé alveg bara ekki að ljúga neinu. Og þetta hús var gert upp fyrir þó nokkrum árum. Það var nú bara í niðurníðslu hér þegar ég var barn og þetta er nú stolt okkar Vopnfirðinga. Mikilvægt skref var stigið á Vopnafirði í haust þegar útibú framhaldsskóladeildar Laugaskóla var opnað í Kaupvangi en samvinnuverkefni Vopnafjarðarhrepps, Austurbrúar og Laugaskóla er að ræða. Þetta er sem sagt verkefni sem er að byrja núna í haust, er sem sagt framhaldsdeild frá Laugaskóla hér á Vopnafirði og er búið að vera svona í kortunum svolítið tíma en hefur einhvern veginn ekki náð að klárast. Og núna í haust fékkst loksins fjármagn, þannig að við erum á fyrstu önn og við erum með 6 nemendur hérna á Vopnafirði sem er bara mjög góð byrjun. Námið er byggt upp þannig að við erum að meðaltali 3 vikur þar sem við erum hér í fjarnámi og svo förum við 1 viku í Lauga þar sem strákarnir, í þessu tilfelli strákar og þetta eru strákar sem eru hjá okkur, þá fara þeir og ganga inn í skólan þar. Ég ganga sérst bara inn í stundatöfluna sem er í gangi þar á þeirri braut sem þeir eru á í þessa viku og þeir eiga þar sitt herbyggi og eru bara eins og þeir væri í skólanum. Þegar við erum hérna heima þá erum við sem sagt með kennslu svolítið í gegnum tölvuna og þeir náttúrulega eru inn á Moodle sem er kennsluforrit þar sem þeir fá allar upplýsingar hvað þeir eiga að gera í hverju fagi, skiladaga og verkefnalýsingar og myndbönd og annað og sýnikennslu, svolítið mikið notu sem er kallað vendikennsla sem er í rauninni bara búið að taka stutt örmyndbönd af svona innlögnum og svoleiðis og svo fá þeir 1 fagtíma í viku í hverju fagi þar sem þeir eru í fjarfundi við kennarann sinn sem kennir þeim frá Laugaskóla. Sjálf fór Bjarni í framhaldsskólan á Laugum þegar hún var 15 ára gömul og á hún börn sem að fara að nálgast þessi tímamót. Hvaða augum skildi hún líta þau í samanburði við það þegar hún fór? Sko að við höfum þennan möguleika að þurfa ekki endilega að senda börnin okkar í burtu svolítið langt. Það er langt fyrir okkur að fara í næsta skóla. 15 ára gömul, finnst mér í rauninni bara valkostur sem er eiginlega bara sjálfsagður réttur eiginlega fyrir mér. Ég var alveg tilbúin að fara og meir en tilbúin fannst mér þá en mann finnst breyttir tímar í dag og ég er ekkert endilega viss að 15 og 16 ára krakkar séu öll undir það búin að fara að heiman í skóla, það sem er svona langt í burtu, það getur bara verið mörgum mjög erfitt. Það er ekki bara það sé fjárhagslega miklu ódýrara sem það náttúrulega er, en ég meina sum börn vilja bara vera lengur heima og treysta sér ekki til þess að fara og þá er það ekki þannig lengur að þú þurfir að láta það stoppa þig. Að vilja vera heima, að þú þurfir að fara heiman til þess að læra. Nú getum við gert það hér sem er mikil lífsbót, held ég. Mér hefur fundist bara rosalega mikil jákvæðni gagnvart þessu alltaf og foreldrar náttúrulega mjög ánægðir að hafa þennan möguleika og samfélagið held ég að komi alltaf til með að græða á þessu. Við fáum að halda þessum úlingum þá lengur heima og það bætist þá bara í flóruna. Við erum með þá fleiri krakka sem eru hérna á staðnum og ég bara trúi því að þetta sé ekki neitt nema jákvætt í huga allra sko.
Bjarni segir samfélagið allt verði að leggjast á eitt til þess að gera þennan kost sem eftirsóknarverðastan. Núna skiptir það svolítið máli að við höfum kannski aldrei verið með svona marga á þessu aldurspili hérna hjá okkur áður út af að þau eru almennt í skóla. Þannig að nú það svolítið okkar sem samfélags og foreldra og íþróttafélagsins og allar þeirra sem koma að öllum félagsmálum að gera það spennandi kost að vera þarna yfir veturinn. Og þá náttúrulega þurfum við að vera með afþreyingu fyrir krakkana. Það verið að hugsa það og þetta bara þróunarstarf eins og hitt og við þurfum bara að reyna að fikra okkur áfram í því. Daniel Freyr Sveinsson einn þeirra sem hófu nám við framhaldsskóladeildinni í haust en síðasta vetur fór hann í menntaskólann á Egilsstöðum, líkaði ekki og hætti. Ég fór þarna í menntaskóla á Egilsstöðum, var þar í svona 4 mánuði og maður fór náttúrulega bara heim í 2 sinnum, einu sinni í mánuði og það var náttúrulega mjög erfitt að vera þarna bara í 2-3 vikur á þess að sjá fylgsins sína og svona. Kláraðir önnina? Ég kláraði, það er ekki önn, það eru spannir, já. Kláraði held ég 2-3 spannir og hætti svo og fór bara að vinna. En hvernig líka Daniel Freyr vera í skólanum, svona það sem af vetri? Eiginlega allt og vel, það er bara æðislegt þetta er svo þægilegt að koma hérna í Kaupang og svo svona hópurinn, þetta er ekki of stórt og ekki of lítið. Byrjum sem staði að fara beint á Lauga þegar skólan byrjaði og vorum í viku þar og þá fór ég að hugsa svona ætti maður að fara á Lauga þegar maður væri búinn með fyrstu önn hérna. Þannig það er svolítið pæling að fara svo bara á Lauga þegar maður er búinn hérna. Það er svona góð byrjun og til að þekkja allt þetta. Björgunarsveitin Geisli á Fáskrúðsfirði tók á móti Hafdísi, nýjum yfirbyggðum sjúkrahraðbát á sjómannadaginn þann 4. júní síðastliðinn. Sveitin fagnaði jafnframt 50 ára afmæli sömu helgi. Til hamingju með þennan glæsilega bát. Það er ekki langt síðan hann kom til Fáskrúðsfjarðar. Nei, hann kom hérna á sjómannadaginn og hann var í rauninni, hann var svona rifinn út úr bátasmiðunni bara kvöldi áður, þannig að það var mikið lagt á sig til þess að hann gæti komið hérna á sjómannadaginn. En nú ekki svona margir bátar á landinu það? Nei, þetta í rauninni, það einn annar svona björgunarbátur, þó ekki nákvæmlega eins og þessi en með sama skrokklægi og frá sömu verksmiðju. Þannig að þetta algjörlega ný smíði og ný hönnun, þannig að það ekki mikið komið ennþá, en vonandi verða þeir fleiri. En ekki svolítið merkilegt að einn af, ég var að segja flottastu bátum í heiminum sé staddur akkurat hér? Það er mjög merkilegt og þú orðaði þetta mjög vel, Amy. Flottasti bátur í heiminum. En þetta er nefnilega að mínu viti, og ég er alls ekki hlutdrægur, að þá er þetta bara með flottari björgunarbátum, allavega við skulum halda okkur bara við Ísland svona til að byrja með. Í sínu stærðarflokki, skulum við segja. Og það sem er kannski merkilegt við þetta er það að björgunarsveitirnar á Íslandi hafa ekki mikið af peningum til þess að velta svona stórum stykkjum, skulum við segja, og svona stærsti hlutin af björgunarbátaflórunu eru gamlir notaðir bátar sem við fáum eftir að Bretarnir hætta að nota þá. Þannig að það að komi nýr björgunarbátur er bara ótrúlega óvanalegt. Hafdís smíðuð af bátasmiðjunni Rafnar í Kópavogi og yfirbyggður hraðbátur sem getur náð allt að 40 sjómílna hraða. Það var Óskar Þór sem leiddi vinnuna við söfnunina og kaupin á Hafdísi, en hann og félagar hans í björgunarsveitinni Geisla komu einnig að hönnun hans. Það sem við lögðum til í púkki er í rauninni svona hugmyndavinna og svona fengum að taka aðeins þátt í því að hanna þetta og búa þetta til, þannig að við græddum á því. En segðu okkur aðeins frá Hafdísi. Til að byrja með þá er náttúrulega Hafdís, hún er skýrð í höfuðið á slysavarnadeildinni okkar og Hafdís er merkilega þýleitunum til að þetta er hönnun sem að Össur Kristinsson, sem er kannski þekktastu fyrir það að smíða stoðtæki, að mér skilst að hann hafi fengið hugmyndað ákveðinu skrokklægi fyrir 20 og eitthvað árum síðan. Og þegar hann hættir svo í stoðtækjaframleiðslunni þá
þá sneri hann sér að því að láta þennan gamla draum verða veruleika og stofna þetta fyrirtæki, Rafnar. Þetta er einkaleyfisvarin íslensk hönnun og skrokkurinn hann er hannaður þannig að maður finnur mjög lítið fyrir öllum hreyfingum. Þannig að björgunarsveit sem á leiðinni á slysstað einhvers staðar, við komum hvíldir á vettvang, við erum ekki þreyttir að því að berjast í öldunum og svo náttúrulega bara það fyrir okkur að geta verið inn í heitu húsin og með allan þennan tækjakort sem við höfum er náttúrulega bara frábært. Við höfum líka tækifæri því að flytja liggjandi sjúkling ef veikan eða slasaðan sjómann. Og þannig að hraðinn hann er mikill, hann er mun meiri á Hafdísi heldur en til dæmis á björgunarskipunum okkar. Við erum með björgunarskip í Neskaupstað, við erum með björgunarskip á Höfn. Allt það svæði, hafsvæði þar á milli að það hefur ekki verið lokaður bátur hingað til þar. Þannig að við höfum núna tækifæri til þess að sækja lengra út og hjálpa fleirum. Við erum náttúrulega með þessi hefðbundnu siglingatæki eins og náttúrulega flestir eru með. Við erum líka með hitamyndavél sem hjálpar okkur að leita að fólki í sjó. Við erum með mjög góðan ljósabúnað til dæmis á bátnum, þannig að flóðlýsa svæði og annað er lítið mál. Það eru 2 talstöðvar, við erum með tetra fjarskipti og við erum með síma, við erum með internet, við erum með allt sem þarf í nútíma samfélagi og við erum með kaffikönnu sjá til. Og það eitt og sér er alveg stórkostlegt bara, það er bylting. Þetta í rauninni, það er ekki hægt að bera þetta saman við það sem við höfum haft áður. Þetta er eins og að fara úr torfkofa yfir í svona bara nýtísku heimili. Þetta er bara, munurinn er svo rosalega mikill, sko. Þetta er ekkert samanburðar hægt. Leið og við óskum Fáskrúðsfirðingum til að hamingju með Hafdísi spurðum við Óskar Þór hvort það sé ekki skylda hvers bæjarfélags að eiga svona bát. Þannig að núna verða bara allir að fara í síman og panta. Hvað kostar eitt svona stykki? Sko, kostnaðurinn, ef að þú færir út í búðum og myndir kaupa þér svona bát, þá væri það í kringum 70 milljónir. Kostnaðurinn var ekki svo mikill fyrir okkur vegna þess að við, eins og ég sagði, við fengum að taka þátt í að hönnunarferlinu og þannig að við borgum kannski bara það verð sem að kostar að smíða. Ekki alveg. Eða tæplega það, ég held meira sér að við höfum gengið aðeins á þá sko, með það og þannig að við vorum að borga eitthvað staðar í kringum 40 milljónir. 40 milljónir er nefnilega ekkert svo mikil peningur ef við veltum því fyrir okkur, meðan við svo margt annað og við erum fiskveiðiþjóð. Þannig að ég persónulega, mér finnst við ekkert vera að standa okkur neitt alltaf vel í því að setja peninga í þessa hlut. Við mættum gera meira af því. Konrad Korobijevski er pólsk-dansk-íslenskur listamaður sem haldið hefur til á Seyðisfirði undanfarin 5 ár. Hann kom þangað fyrst til að dveljast í gestavinnustofu Skattfells og keypti síðan hús í bænum. Þetta er heima mín, sko. It's very simple. It's actually love by first sight. I remember the feeling in the winter time 2011 when I got here in the residency for the first time and going over the mountains I decided to stay. It was such a strong feeling. It's hard to explain. It's a little bit like love. You know when it's right and you know when it's not. And then I bought my first house and 5 years later I'm still here and enjoying new parts of the place and I feel that this is my primary home and I feel very connected to it. Umhverfi Seyðisfjarðar veitir Konrad mikinn innblástur. Hann segist alltaf finna eitthvað nýtt þar í öllum árstíðum. Hann hefur líka gert verk með skýrri skírskotun til fjarðarins. Þar má nefna verk í Fjarðarheiði en líka NS12 sem vísar til Tóra Skullvers sem er aðal lífæð staðarins.
Konrad segir listamenn oft horfa öðrum augum á umhverfið og bæjarlífið en þá sem hrærist í því alla daga. I'm not an artist who comes and takes, but I'm part of the community. I'm trying to give something back this way. It's my way of a contribution to this place. Of course, I cannot help it. It's just happening by itself. But it is a way of simply of living and being. And yeah, you can go through the Freiheiti many times without noticing what it is, but it's actually one of the most beautiful, at the same time dangerous roads in Iceland. And I'm probably not done with doing something about it. And I know a lot of people, a lot of artists here are also doing it. Maybe different ways, they see different things. Konrad keypti sér líka faratæki til að kljást við heiðina, rúmlega 30 ára gamla Lapplandur sem hann kallar Lambið. Or it's also another story of love, I would say. You know, I'm not a car mechanic. I've never been into cars. My father never taught me anything about cars. And I was trying, of course, to buy one when I got to Iceland for the first time. And I tried different cars that people recommended to me, and this was the first one that I was sitting in and felt like it is mine already. It just feels like it fits to me and the character I am. I also do believe that cars and houses have souls. It may be a little bit of the approach that I actually have, and the car is only 2 years younger than I am. It's 1980 model, and I know there is a few of them left in Iceland. So I will try to keep it alive as long as I am alive and get the best out of it. Maybe even I will die in the car because it's not the most, maybe not the most safe car to have, especially during the winter. But you know, you learn your way around the difficulties and try to focus on what is the gift of it. I can work, I can eat, I can sleep in the car. That gives me a lot of freedom to be in the field, in nature. Hljóðlistaverk Konrads kunna hljóma framandi eyrum margra, enda notar hann sérstök hljóðfæri. Hann sýndi okkur Sruti-box, gamalt indverskt hljóðfæri og líka Snerti-box sem hann bjó til sjálfur. I'm not a guy who's into technology so much. Funny enough, being a multimedia artist, I mean, technology for me is just a tool to express yourself. It could be anything. The Sruti-box, for instance, which is the meditation instrument I use a lot to make a drone at home when I feel depressed, that's actually to me a very good example of an instrument, music instrument that works perfectly. When I'm thinking about instruments, I have tendency to be excited about things that I have to learn how they used to work, or make them myself, or help someone to do that, or ask someone to help me with doing it. To learn something about the instrument instead of just using a software which more or less will give me many answers straight away if I look it up. So I have a tendency of looking a little bit back in time and see what was made back in history, which still has a huge value because it's still a good tool, but it's forgotten for whatever reason, and therefore most of my instruments and the way I work is analog and not so much digital. Konrad var meðal fulltrúa Íslendinga norrænu músikdögum sem haldnir voru í Hörpu síðustu helgi. Þar frumflutti hann sitt nýjasta verk, Ascension. Myndhlutann tók hann upp í hafnarborginni Valparaiso í Chile. Borgin er byggð utan í hæðum og eru kláar notaðar til að flytja fólk þangað upp frá ströndinni. Konrad tók upp ferðina með gamalli handsnúnu tökuvél. Þannig vill hann ná fram tilfinningar ferðinni með klápnum sem hann segir gamaldags og hægfara líkt á Lapplandarinn. So of course it's a little bit shaky and therefore full of professional errors if you look into the way to film in generally, and that's for me that's exactly what I do. I try not to be so perfectionistic or let it go of the perfectionistic approach and try to work with the things in between. For instance, errors and things that are supposed to be cut out. So there's a lot of, because you're also filming against the sun,
There's a lot of overexposure and a lot of experiments that just happen by mistakes, and actually the whole piece, it's kind of built around that. And then I composed music for it here in Iceland. Unaós ystibærinn Hjaltastaðaþingi á Fljótsdalshéraði. Kendur Una danska sem fyrstur land sunnan Lagarfljóts, skammt frá í Stapavík. Lítil Klettavík sem í byrjun 20. aldar var mikilvægur verslunarstaður fyrir héraðsbúa. Verslun átti sér reynda fyrst og fremst stað á höfða skammt frá sem kallast Krosshöfði. Þar má enn sjá tóftir ef vel er að gáð. Þar byrjuðu Borgfirðingar að skipa upp vörum svona fljótlega, eða svona í kringum aldamótin 1900 og svona frá 1902 til 1945 er þarna verslun og mest 3 verslanir þegar mest var. Auðvitað var þetta náttúrulega bara að þjónusta bændur á Úthéraði og Hjaltastaðaþingi og þar sem að samgöngur voru erfiðar, það var ekki komin akvegur yfir til Reyðarfjarðar, engin þjónustukjarni og engin byggð komin á Egilsstöðum, þannig að þetta var í raun og veru eina leið útfjárðsmanna og bænda Hjaltastaðaþingi að ná sér í nauðsynjavörur, það var að skipa þeim þarna upp. Það er náttúrulega eðli svona fljóta, þau eru alltaf að breyta árfarvegi sínum og bera fram sand og annað, þannig að það var ekki hægt að nota hann fyrir lengi, eða svona 1930 fara menn að fara í Stapavíkina sem þykir nú kannski ekki mjög ákjósanleg uppskipunarhöfn, en það var gert til svona 1933, þar verður hræðilegt slys, þar sem að maður fest við uppskipun, bóndinn og Unaósi, og eftir það farið að skipa upp aftur við Krosshöfðan, aftur í Stapavík með bættum búnaði. Það var búið að byggja þarna spil til þess að hífa upp vörur úr víkinni. En þetta náttúrulega var eilíkt bras og seinast var skipað upp í Stapavíkinni 1939 og frá Krosshöfðanum 1945 þegar vegasamgöngur eru orðnar mun betri og svona komin einhver drauga, einhverju smáþorpi á Egilsstöðum. Í Stapavíkinni sjást enn minjar frá þessum tíma. Yst á Klettasillu stendur spil sem notað var til að hífa upp vörur. Þetta spil var byggt eða hannað af verkfræðistofu Sigurðar Thorarinsson og það er svona helsta mannvirki sem við sjáum enn það í Stapavík. En hérna voru skemmur, það voru íbúðarhús hérna á Krosshöfðan og hér má víða sjá tóftir sem ég kann ekki alveg að útskýra hvað var hvað, en það er mjög greinilegt að hér hefur verið mikið að vera. Var föst búseta hérna? Nei, það er ekki hægt að segja það. Þannig að fólk koma til þess að þjónusta þessa verslun. Klettarnir í kringur hrikalegir og auðvelt ímynda sér að vinna aðstæður hafi verið erfiðar. Nei, ekki hefði ég vilja vinna þarna á sínu tíma. Auðvelt er að ganga út í Stapavík. Bílastæði er við heimreiðina Unaósi og tekur gönguferðin út eftir rúman klukkutíma. Hafþór Snjólfur leiðsegir reglulega á hópum svæðið. Stapavík er náttúrulega mjög skemmtileg gönguleið, sérstaklega svona fjölskyldugönguleið. Það er allan tíman eitthvað fallegt að sjá. Þú lappar út með selfljótinu. Það er endalaust af helliskútum og mikið fuglalíf og dýralíf. Sjáum yfirleitt seli hérna í fljótinu á leiðin út eftir. Svo fyrir þá sem hafa áhuga á gróðri, hér eru sjaldgæfar plöntur. Súrsmæra einna þekktust sem finnst á ég held bara 2 öðrum stöðum á Íslandi. Jarðfræðin er mjög áhugaverð, fallegir berggangar og stapar eins og í Stapavíkinni. Hún dregur náttúrulega nafn sitt af þessum mikla og flotta bergstapar sem gnæfir yfir víkinni. Sjóri sér líka til þess að alltaf er eitthvað nýtt að sjá í víkinni. Það er aldrei eins að koma í Stapavík. Sandurinn er alltaf á hreyfingu og hún er mjög mismunandi frá ári til árs. Til dæmis í sumar gæti ég labbað inn í helliskúta sem ég hef ekki getað labbað inn í áður. En það er bara eðli svona sanda, þeir breytast þegar sjórinn lætur illa. Þeir sem vilja lengri og meira krefjandi göngu geta haldið áfram úr Stapavíkinni yfir í Njarðvík gönguskorð. Það er mjög skemmtileg leið hérna frá Stapavíkinni og yfir gönguskorð til Njarðvíkur. Hún er mikið gengin og þetta er svona hluti af þessu göngusvæðið okkar á Borgarfirði og Héraði sjálfsögðu.
Við þökkum fyrir í kvöld. Við sjáumst aftur á vikuliðinni. Verið sæl.